Alveg 4 tap gegn Víkingum, bara hvernig gerir þetta upp? Ég myndi segja bara nokkuð í jafnræði með liðunum fram að marki 2 hjá Víking. Mér fannst við bara nokkuð góðir í fyrri hálfleik. Auðvitað byrjum við leikinn ekkert sérstaklega vel meðan fáum á okkur mark. Mér fannst við svara því vel og vera bara stóran hluta í fyrri hálfleik bara góðir. Pínu klaufar, vorum aðeins að flýta okkur, fengu stöður sem að hefði getað búið upp á stóra sensa. Það sem að við erum ekki alveg nógu nákvæmir í sendingum og byrjum seinni hálfleik bara nokkuð vel líka fannst mér. Mér fannst við vera komast ágætlega upp völlinn, það vantaði svona þetta síðasta, ógna meira að markinu þeirra og klára sóknirnar okkar. Það eitthvað sem þeir gera mjög vel, voru mjög klínískir í dag og koma mörgum inn í teig og ná alltaf að klára sína sóknir. Þannig að svona heilt yfir þá eru kaflar í leiknum sem eru góðir og svo þetta kafli eftir 2-0 marki sem er ekki nógu góður. Hvað þarftu bara að gerast þar? Ég veit ekki, maður þarf aðeins að fá að skoða það hvað veldur. Við fáum náttúrulega 3. markið á okkur eftir vítaspyrnu og svo 4. markið í kjölfari, ég held að sé ykkur 3 mörk á 10 mínútum eða eitthvað sem að náttúrulega fer með þetta. Við þurfum bara að skoða það. Eitthvað svona eitt moment eða eitthvað svona þannig þar sem þið fannst bara þetta fara frá okkur? Það bara í rauninni annað markið sem að slær okkur of mikið út af laginu. Við höfum bara átt að halda aðeins áfram og svo héldum alveg áfram en við svona aðeins missum dampinn og erum svona farnir að reyna kannski of erfiðar leiðir. Spilum þetta svolítið upp í hendunar á þeim þar sem við fengum á okkur í transition momentum sem að þeir eru góðir í og komust illa upp völlinn þessar 10 mínútur. Þannig að það er bara eitthvað sem við lögum. 4-1 tap gegn Víkingum í dag, 18 stigum á eftir þeim í töflunni. Þú veist, er það áhyggjuefni hversu langt þið eru eftir Víkingum? Já, það er það klárlega. Ég meina þeir eru búin að vera mjög öflugir og það eru svo sem flest lið töluvert á eftir þeim. Það er að sjálfsögðu áhyggjuefni. Hvernig þarftu að minnka þær áhyggjur, eða hvað þarf að gerast? Við þurfum bara að byrja að vinna þá á sunnudaginn, það er bara næsta leikur hjá okkur. Undanúrslit í bikar, bara mjög mikilvæg leikur, þannig að byrjum þar. Sérðu fram á, þú veist, auðvitað öðruvísi leikur, sérðu fram á að breyta miklu sjálfur, þú veist, á Blikaliðinu? Já, við bara verðum að skoða það eins. Hvernig leik býstu við? Ég á ekkert von á að veri eitthvað mjög ólíkur þessum. Ég meina, við þurfum bara svona að fá meira út úr góðu köflunum hjá okkur og fækka þessum slæmu og ekki bjóða hættinu heim og verja tegin okkar betur og vera svo líka aggressífir hinum megin þegar við komumst inn á síðasta þriðjung að við séum að enda sóknir með tilraunum og markið. Arnar Bjarki skorar annan leikinn í röð, kannski ljóspunktur í dag? Já, klárlega, bara gott mark og bara hann var bara virkilega flottur. Það var bara jákvætt. Takk hérlega.